Þá halda áfram með framsetningarnar. Bara að segja hvernig við vinnum saman með eins og sokkulmyndina og fyrstu og annar hæðina. Og vorum búin að teikna regnbogslögnina og ætla nú að teikna upp frárennsli, lögnina sjálfa. Og við þurfum samt aðeins að byrja á því að fínisera og setja inn tákn hérna. Okkur vantar stammana sjálfa. Það er inn á innunni hérna eitthvað sem heitir skrá með blokkum fyrir frárennslu. Opnið hana, þá skrá, fá þetta svona, ljómið þetta saman, hana, og íti á Ctrl+C. Það er svo í teikningunni eitthvað sem heitir sokkull, hérna, og farið hérna og íti á Ctrl+V. Og smeltið þetta fyrir þetta. Þá ætlum við að fá þetta upp hérna. Við ætlum að byrja á því að staðsetja eitthvað hérna sem heitir frá fyrstu öð. Ég fer upp Copy og ég gríp hérna í, tökum bara bláhornið hérna, kvadrant. Ef það kveiknar ekki kvadrantu þá er þetta í Office-nafninu, það var kveikla kvadrant hérna. Og ég ætla að, hún á að vera 2255 mm á horninu, þannig ég renni við hérna að stað og fæ hérna extension. Klæða 2255 og enter. Þannig að það var komin rétt á stað. Frá fyrstu og annarri hæð og svo eigum við annað sem heitir frá fyrstu og annarri hæð. Nei, hann er bara svona. Tökum aftur hérna, tökum hana sama þó hann heitir frá annarri hæð hérna og ég ætla að renna þessum hérna svona upp hérna 2710 kemur hérna. Næ, ég veit að klikka eitthvað hjá mér, renni hérna á stað, þannig ég fæ ekki second-point. Aja, og smelli henni bara hér á, íta á escape, fyrir að move, gríp hérna í space kvadrant og renni mig núna alltaf. Þá get ég örugglega sett inn extension og 2710. Enter. Við erum líka að setja hérna niðri. Ég veit samt ekki alveg, og þá má aðeins að skoða það. Fyrir hérna í Copy fyrir ekki. Já, ég ætla að smella hérna á hornið. Þessi á að vera 740 mm frá horninu hérna. Ef ég fæ þessa extension skipun hérna. Er perpendicular 740. Enter. Ok. Við rentar þetta aðeins hérna fyrir innan. Ég ætla samt að byrja því að smella hérna. Það er ein hérna. Ég veit ekki alveg fjarlægðina á henni. Ég ætla bara að staðsetja hana svona. Og þessi hérna á að vera hérna í miðjunum alltaf. Þetta er inn í einingunum. Svona. Byrjum þessu. Ég ætla ekkert að teikna neitt meira í bili fyrir að ég er alveg viss það að þessi hérna sé á réttum stöðum. Og hvernig veit ég það? Sko, getum við að segja. Opnið ég teikninguna sem heitir frárennsli fyrstu öð. Svo fer ég í Insert, Attas, hérna. Smástopp, ítum að cancel aðeins, förum að sé home og pössum okkur að velja rétta leið hérna. Ég hef búin að búa til leið sem heitir S-Ref. Þetta er S-Ref. Ég ætla að fara í layer properties og ég ætla að taka hérna erþarleiðir, ljóman og segi hérna, segi create new layer
Ég ætla bara að kalla það sama, 0, xref, circle. Svona, þá getur ég stýrt þessu aðeins. Segir svo hérna make current og x-a þetta. Það var hann vann hérna. Þá getur ég farið í insert og attach og vel hérna þessa hendinningu. Þið munið til voru búin að setja allt í sömu möppinu hjá okkur. Ekki? Allt í sömu möppu. Open og við getum bara OK hérna og kemur þarna. Ok, þetta hérna kemur þetta alltaf allir með. Þetta ekki sem ég samt geti unnið með þannig séð. Ég ætla að múa þessa hérna til. Ég gríp hérna í þess að ágætt að grípa í bláhörni hérna innan á. Ég held að það sé sama og bláhörni hérna. Já, svona. Svona. Þá get ég sagt hérna, sjáu þetta virðist vera að lenda réttum stöðum hérna. Ég þarf núna að setja inn aftur táknin. Þessi hérna tákn. Ég fer aftur hérna í þau, ég veit á Ctrl+C og ég fer inn í en aftur í grunnmyndar hérna og hérna heiti ég Ctrl+A og fæði tákninu. Ekki taka mark á þessu hérna, þetta er xref táknið, ekki láta það trufla ykkur. Ég seti þetta bara hérna, ok, og næ svo í þessa stúta hérna fyrir aðra hæð, ég heiti copy og vel hérna miðjuna. Svona. Og smelli hérna bara nákvæmlega hann á stað og hinn eru. Svona. Og hérna. Og hér. Ok. Og þá get ég, þá er þessi komið hérna og ég geti farið hérna í layerinn og satt hérna freeze og toggle all viewports. Og slöknar á layerinn. Sjáu hérna eru konum við stútana. Nú voru bara öruggar á því að þeir eru nákvæmlega eins og stútarnir á hérna í sökuteiningunni. Ég ætla að gera sama fyrir aðra hæðina. Ég fer hérna og kveiki á andra hæðinni. Þannig. Og það verður örugum að allir stammarnir séu korrektir áður við höldum áfram að teikna lagnir. Ég fer insert. Nei. Ég ætla að byrja á því að búa til nýja layer hérna. Fyrir í layer properties. Ljóma þannan. Og segi hérna new layer. Og gefa hann nafnið 0 x ref fyrsta hæð. Svona. Set current. X-a þetta. Fer þá í insert, attach og næ í frávinnslu fyrstu hæð. Open og það lendir bara einhvers staðar fyrir annar staðar, þarna. Ég ætla þá bara að múva þetta og þá þarf ég að grípa einhver saman stað. Ég geti gripið til dæmis bláhorni hérna. Þá ætla ég að fá það nákvæmlega saman stað. Já, það stemmir þetta 100%. Svona. Og þá sjáum við hvað stammarnir eru hérna. Hérna kemur inn í eldhúsinnréttingunni. Hérna kemur frá fyrstu hæð. Og liggur hann í gólfinu. Og þessi hérna, já sjáu, þessi hérna er að gera sem dag. Við þurfum eitthvað að eiga við hann sko. Og önnur hæðin líka. Ef við kíkja hérna á fyrirmyndin á aðra hæðina, þá sjáum við sko þessi hérna, hann er á fínu stað, þessi var á fínu stað hjá okkur. Þessi hérna, við þurfum að fá hann aðeins inn fyrir bakarið. Við fáum þetta þar. Og þessi hérna, náttúrulega, hann þarf að miða við niðurfærslurituna sem er við bílskúrshurðina hérna. Við bílskúrinn hérna. Þannig að við þurfum aðeins að múa þetta til. Og við kíkja hérna á teikninguna. Ég ætla að múa þennan hérna til. Þessi hérna. Nei.
Ég ætla að byrja því að ná í tóknin, þannig að gera það. Þetta hérna efstri tóknin, þannig að við getum ekki notað það. Ég fyrir sömu leið, ég opna þessa tóknfránesli, ljóma þetta allt saman, íta á Ctrl+C og svo í fránesli aðra hæð hérna og íta á Ctrl+V. Staðsetja bara hérna einhvers staðar. Og þá getur náði hérna þetta hérna að fyrstu hæð. Hérna notum við það. Kópurjum og smellum hérna í tónið. Þessi hérna réttur. Þannig að ég smelli bara hérna á. Þessi réttur. Smelli hér. Þessi hérna ekki réttur, en ég ætla að hafa þetta aðeins til hliðar. Svona. Ok. Og þessi ekki heldur réttur, þannig að ég ætla að hafa þetta hérna. Hvernig lögum við þá þessa hérna hina? Fyrir yfir til save. Og ég fer þá inn í teikninguna hérna sem heitir fránesli fyrstu hæð. Og ég ætla að búa til nýjan layer hérna, layer properties, eins og ljóma þannig hérna bara já, og hitta hérna new, og gefa þessu heiti 0, önnur hæð, og hitta hérna current, nefnilega, og hitta current, frozen, já ok, já hérna hefur við búin að það. Hvað þurfti ég saman? Hitt hérna close og fyrir insert, attach og næ í einbýlishús önnur hæð, open 0, svona. Já, það sem ég var búin að gera áðan, ég veit ekki hvort það hafi verið kveikt á myndbandinu, ég ætla að ítreka. Ég get farið hérna í og satt hérna þetta hérna hjá mér, aðja. Ég ætla að hafa þetta 0 extra sökkul og íti hérna freeze og top in all viewports. Þá slöknar á söklinum, hann hann til staðar, ég bara sjá hann ekki. Okkur sjáum við ekki táknið. Okkur sjá hvað gerir ég vitlaust hérna. Þessi hérna ég get skoða þetta hérna. Já, þetta er bara grunnmyndin, ég ætla ekkert að extra við henni sko. Þetta er bara ljómana og íta á S hérna og ég fer aftur í insert og já, ég passa mig á að sé með þennan hérna réttan. Insert, attach og ég ætla að ná í fránesli öðru hæð. Þegar maður að fatta þetta á hann hérna. Ekkert hérna, ekki taka við neitt. Ok. Circle reference. Detected, ok. Já, þetta þegar við erum með þetta inn í hvort aðra, alltaf, ekkert mál. Þetta er okkur neitt mál. Ég vel hérna move. Ég vel þessa hérna og gríp í bláfaldi hérna, já, þá lendir það saman á það. Svona, og smellir þessu hingað. Og þá getum við tekið, það er eitthvað smá skegg í þessu. Já, þá skulum við bara færa til tákninu af annar hæð og setjum þetta nákvæmlega á punktinn sem heitir það fyrstu hæð. Passið ykkur að velja þetta, ekki þetta hérna heldur, þannig hérna. Og samanskapi hérna, þá vorum við að stilla stammana og þessi alveg 100% réttir. Við ætlum svo að gera sama í söklinum.
Þetta skiptir máli þegar við förum líka að málsetja og svo leggur þetta að hann viti nákvæmlega hvað stammarnir á hverju hæð fyrir sig og eins þegar við förum að vinna með rúmmyndun okkar. Ég fer í sokkulinn hérna og þá ættum við ennþá að vera með við þarfum að setja inn hérna, það sama hérna, við þurfum að búa til leigir hérna, nota bara núleiðirinn, köllum hann O, S-ref, fyrsta hæð og segjum að hann sé current, högstum þetta, fyrir þá í insert, task og náum við frárennsli fyrstu hæð, open, ok, það kemur viðvörun, secure reference, ok, það er bara alltaf leið, við erum yes, ég tek þetta streif okkar og þurfum að múa það til og ég held við þurfum að taka bláhornið hérna, svona, setjum þetta svona. Sko, það sem er að gerast hérna, það er voðalega mikið af línum og dóteri að við erum búin að extrefa aðra hæðina inn í teikningun okkar sem er fyrstu hæð og svo tók ég það og extrefa fyrstu hæðina inn í sokkulinn að hún tekur alltaf extrefa dótið með sér á milli. En við þurfum að svona að horfa fram hjá því, við þurfum að reyna að vinna með þetta. Svo passa ykkur að velja hérna, nú ætla ég að múfa til táknið okkar þetta hérna. Passa að velja það, ekki þetta hérna, það er extreif táknið sem er á annar hæð. Ég ætla að taka þetta hérna, við ætla að múfa til stamman. Þannig að það sé alveg 100%, allir á réttum döð. Allir á sama textinu svona tvöfaldur og það er eitthvað að og því þarf að laga. Það er ekki þessi hérna, sjáum við að nú ljómar þetta allt saman, heldur hitt táknið og ég múfa það til í og setja hann á krossin hérna við, það er ekki að grípa rétt í, það er þetta hérna, move og vel hérna miðjuna og setja á miðjuna hérna. Svona og þessi á. Ég zooma mig bara vel inn til þess að finna rétta krossin. Þannig og þessi á move. Bingo. Þá get ég slökkt á þessum hérna. Já, hann er current, þannig ég þarf að velja bara eitthvað annan leiðir. Og þá get ég slökkt á það sem hérna. Þá eru stammarnir komnir á kórréttastæði og núna einfaldlega haldi ég áfram að teikna upp og setja inn táknin, ég hef kunnað það, og teikni upp línurnar hérna. Ég sýndi fyrir á myndbandi hvernig maður setur inn líterinn, hvernig við stillum af fjarlægina og þið raðið þá bara upp táknunum sem við hafið og teiknið upp röralagnar hérna. Það ætti að vera auðveldar eftirleikur þegar núna þeir eru búin að stilla stamman af. Þetta hérna vantar held ég inn á teikninguna. Við sjá, kíkjum aðeins á frárennsli önnur hæð. Þannig að það vantar hérna vaskinn og það. Það einfaldlega takið teiknið bara upp vask hérna, það er ekki flóknara en það, því bara bæti því við.
þessum hérna vaski. Þess að fá ræstivaskinn hérna í bílskúrin. Þannig að þetta allt sem ég myndi segja þetta verkefni. Ég ætla ekkert að fara eins og segja, ég ætla ekkert að fara í gegnum það hvernig ég teikni pípurnar sjálfar. Ég ætla að búa til, það verður sem sagt eitt myndband viðbót sem sýnir hvernig við tökum þessar teikningar og við skulum búa til rúmmyndina.